Jæja, þá ekki vegi fyrst maður nú hérna í Vestmannaeyjum hvort þið að nota tækifærið og ég ætla að horfa off kamera því að dóttir mín á unglingsaldri hérna með mér og henni finnst það mjög vandræðalegt. En það ekki hérna úr vegi alltaf að taka tækifærið, nota tækifærið og prófa frisbeegolfvöllin sem hérna. Hér eru 6 hólur, ég sé nú strax yfir völlin að það ein karvan hún liggur hérna á hliðinni en við ætlum að prófa að labba í hring og bara sjá hvernig það lítur út. Spenntur að prófa, maður verður að nota tækifærið fyrst maður hérna. Kíkjum á völlin. Jæja, þetta hérna alveg bara klesst ofan í Herjólfshöllinni og íþróttasvæðið hérna og sundlauginni byrjar bara á bílastæðinu við sundlaugina. Svo hérna Herjólfsdalurinn bara rétt fyrir innan og þetta bara svona, hvað sé, þetta á svona hraunhólasvæði, vel gróið, fallegt. Einfalt svæði svona að sjá en bara svona notalegt, mjög notalegt. So far so good. Svo hér stór hópur, fritt föruneyti fólks. Börn og fullorðnir, ég veit ekki hvað þetta 10 manna hópur að spila. Þau hefur verið að kasta einhvern öðruvísi á körfurnar. Máski eru heimamenn búin að koma svo upp sínu eigin svona vallarlayouti sem ég veit ekki af. Við erum allavega bara að feðgininu spila eftir kortinu sem er hérna fólk.is og njótum þess. Hér veit svo vel til að það er sko steyptur teigur. Ekki kannski steyptur orginali en hérna er steyptur pallur sem nota þessum teigur. Hér köstum við, hvað það séu, 70 metrar upp brekku. Þetta er fallegt. Þriðja er sko, já þriðja er upphækkuð og hún er sko í halla þannig að hér má ekkert geiga. Pútin hérna eru varhugaverðari heldur en lítið út fyrir að vera. Ok, heyrðu, þetta var flott, þá var það fjórða, hún er örstutt. Sér reynda bara einn teighæl fyrir hana en hún virðist vera hérna rétt upp brekkuna, ég veit ekki hvað þetta eru, 40 metrar eða eitthvað slags. Skulum bara vippa hérna upp léttum og góðum pútir. Hlaut að vera, við erum að leita hvítategnum, við ætlaði að reyna þetta við rauðategn. Hérna er svo hvíti. Þetta er miklu áhugaverðara. Þetta er yfir 70 metrar og hérna, þetta er meira spennandi. Svo er kjörið að því að við erum hérna alveg upp í sundlaugina, ef það eru aðrir samferðamenn eða fjölskyldumeðlimir, makar eða eitthvað, þú veist, ég er ekki að segja að það sé tilfelli hjá okkur sem nenni ekki að koma með að spila, þá geta þeir bara bröðu sér í sund á meðan, sko. Þetta er fína laug hérna, rosalega fín laug. Það var það sjötta og síðasta. Karvan hérna er fallin í valingreið, þannig að hún liggur þarna á jörðinni. En hérna, við ætlum að spila hana samt. Spila hana þannig að við ætlum að þó að reyna að setja þetta í körfuna, þó að hún liggi. Sjáum hvernig það gengur. Það er ákomin skýring á því hvers vegna sjötta karvan liggur. Hérna er einhverjar framkvæmdir í gangi, þannig að þetta fyrirgefst. Þetta er ekki skemmdastarfsemi, hún hefur fengið að víkja fyrir einhverjum framkvæmdum og vonandi fær bara nýtt heimili fljótlega. Því að ég er ekki frá því að þetta sé bara mjög skemmtilegur svona lítill völlur. Hann er ekkert, sko brautirnar er ekkert of stuttar, þó að völlurinn sé stuttur, hann er bara 6 körfur, 6 hólur. Og þetta er bara þessi fínasti völlur og allavega algjörlega svona, hvað segir maður svona, scratches that itch, þið veitir, ég er búinn að vera hérna núna í viku, ekkert búinn að spila og langar til að kasta og hann virkilega virkilega svona uppfyllir þá þörf, sko. Fínasti völlur, ég mæli með þessu ef við höfum leið og erum frisbeegolfarar, jafnvel þó við séum ekki frisbeegolfarar og eigum bara leið hérna
hérna frábæru Vestmannaeyjar. Prófa völlinn. Mælum með þessu. Þangað til næst.